Það má ekki pissa bak við hurð og ekki henda grjóti ofan í skurð. Ekki fara í bæinn og kaupa popp og tyggjó og ekki nota skrújárn fyrir sleikjó. Það má ekki vaða út í sjó og ekki fylla húfuna af snjó. Ekki tína blómin sem eru út í beði og ekki segja ráti heldur réði. Þetta fullorðna fólk svo skrítið, það alltaf að skamma mann. Þó maður geri ekki neitt, það alltaf að skamma mann. Það má einu sinni ekki skoða lítinn kall og ekki gefa ketti drullumall. Ekki skjóta pappa með byssunni frá ömmu og ekki tína orma handa mömmu. Það má ekki hjóla út í búð og ekki gefa litla bróður snúð. Ekki fara að hlæja þó einhver sé að detta og ekki gera hitt og ekki þetta. Þetta fullorðna fólk svo skrítið, það alltaf að skamma mann. Þó maður geri ekki neitt, það alltaf að skamma mann. Þetta fullorðna fólk svo skrítið, það alltaf að skamma mann. Þó maður geri ekki neitt, það alltaf að skamma mann. Þetta fullorðna fólk svo skrítið, það alltaf að skamma mann. Þó maður geri ekki neitt, það alltaf að skamma mann. Já! Við erum hjartanlega velkomin Ég skal sjá þetta, þú má bara sittast þarna og við græjum þetta. Ok, fyrirgefðu. Einmitt. Já, einmitt. Það verið velkomin, þetta ekki framúrstefnulegur en svo að það komin föstudagur og þetta að sjálfsögðu föstudagsþátturinn sem heilsar ykkur hérna á N4. Og við ætlum að byrja á því að fara yfir fréttir vikunar og ég var svo hugvitsamur að fá til mín mann sem horfir aldrei á fréttir til þess að gera það. Það var svo Ívar Helgason sem byrjaði þáttinn með þessu skemmtilega lagi Það sem ekki má. Vertu velkomin. Takk hérlega. Og takk fyrir spillerið. Það náttúrulega margt sem ekki má á þessum tímum. Já, manni finnst bara eins og það megi bara alls ekki neitt. Nei. Það eiginlega svolítið þannig. Maður á bara helst að vera heima að gera ekki neitt. Neitt. Og það greinilega margt sem að fólk saknar, samvista að faðmast, takast í hendur. Já. Og bara alls konar íþróttir og félagsstarfsemi sem að dettur út af, Það var þetta að bæta ansi mörgum erindum held ég við þetta lag. Algjörlega, stílfæra sko. Það væri fljótlegra að gera lagið það sem má. Má, já. Já, í dag. Það væri svona knappurlisti, knappur. En það svona eitthvað búið að vera í fréttum. Ég pínu í sama pakk og þú maður nennir eiginlega ekki að íþyngja sér meira með því að vera eitthvað að liggja yfir því sem að gerast í heiminum. En það kannski mér datt helst í huga að það fór svolítið hátt í umræðinni að því við erum nú á Akureyri að bæði þessi umræðum að það sé alltaf geggjað veður á Akureyri. Tókst þú eftir þessu? Já, ég sá nú einhver myndbrot frá Friðriki Ómari þar sem hann var að ýfa þetta upp. Já, ýfa upp þessi sár. Þetta virðist, þetta sé pínu salt í sárin fyrir fólk sem býr annars staðar. Heldur en auðvitað þetta svolítið svona tongue in cheek sem maður leyfir sér að sletta. Ég held að það sé enginn sem heldur þessu fram svona fullum fetum. En svo var líka þessi umræða, ég veit ekki hvar þú stendur í þeirri umræðum að Akureyri eigi að verða borg. Ég ekki sammála því. Þú ert ekki sammála því? Nei. Akkurat þegar ég flutti hérna til Akureyri þá var akkurat stærðin sem ég var svo hrifinn af. Já. Og íbúafjöldin. Hann sem sagt, ég held að hann hafi ekkert breyst mikið síðan 2011 þegar ég var að leika í hárinu. en þá gerði mér grein fyrir því að íbúafjöldin var svo sami og var í Hafnarfirði þegar ég var að alast þar upp. Já, einmitt. Og einhvern veginn íbúasamfélagið þessi stærð, ég var svo hrifinn af því. Þessi fólk veit svona sirka
svona hver Já, svona deili á hinu og þessum sko. Án þess að vera sko allt og lítið samfélag þar sem maður veit allt. Já. Skilur hvað ég meina? Svona hæfilegum milliveg. Já. Nei, ég hugsa samt þessi umræða kannski meira svona lítur að stjórnsýslulegum hlutum og tækifærum og þjónusta sem Akureyri er að veita sveitafélögum í kring og svona. Ég verði engin Þetta verður ekkert orðið Shanghai eða eitthvað svolítið innan fárra ára þó að... Vonandi verður það ekki, svona allavega frá mínum bæjardyrum séð, sko. Nei. En bara svona, hvað er að frétta af þér? Fyrst að þú fylgist ekki með fréttum almennt. Já, það er bara fullt að gerast. Ég er búinn að vera í þessari viku að temja nokkur hross, nokkur trippi sem er að fara í tamningu. Ég er bara svona aðeins að snerta þeim svona. Einmitt. Það er rosa gaman. Já. Já. Og þú svo sem svona, þó maður nenni nú ekki að tala um heimsfaraldurinn og allt það, en það náttúrulega kannski minna fyrir svona tónlistamann búið að vera upp á síðkasti í þessu árferði. Já. En þú ert nú samt alltaf að syngja og spila. Já, það er nóg að gera, sko. Ég er mikið að syngja með börnum. Ég er að fara í nánast alla leikskóla hérna á Akureyri og það er rosalega gaman og gefandi. Já. Það er bara, það er einhvern svona, það er æðislegt að mæti vinnuna og það er bara svona, hann er mættur! Ég veit ekki hver margir svona, til dæmis sem er að vinna skrifstofustörf sem að, mæta á skrifstofuna og bara, Gústi er mættur, Gústi! Yes! Það er náttúrulega ótrúlega forréttindi. Skrifaðu skýrslu! Nei, það er satt, maður verður bara að líta á það þannig. Já. Og svo er þetta náttúrulega að kenna söng líka og það er skemmtilegt að segja frá því að einn nemandi, hún Hrefna Logadóttir, ætlar að vera með lokalagið inn í föstasettinum á eftir. Já. En svo er náttúrulega bleikur október og það er bleiki dagurinn í dag og við ætlum að fjalla svolítið meira um það í þættinum. Ég held að við segjum þetta bara gott að frétta, við vitum hvað sem er ekkert hvað er að gerast. Og kannski betra bara. Já, við segjum ekkert að tjá okkur. En þakka kærlega fyrir að koma í þáttinn. Takk fyrir að fá og bara vonandi sjáumst við sem fyrst aftur. Já. Takk. Takk sem ég leiðis.